Bíllinn sem sagt, hann kraftmeiri en bensínbíllinn. Þrátt fyrir það að mótorinn sé svona stór sem að knýja bílinn áfram. Það bara 4 hlutir að snúast í staðinn fyrir 1100. Þannig að það allt viðhald bifreiðarinnar minnkar. Og þeir fullir að það raun og veru þeir sem eru að framleiða þessa bíla út í Bandaríkjunum og Evrópu að viðhald á rafmagnsbílum það sem sagt 2/3 hlutum minna en á bensínbílum almennt. Já. Þannig að allur viðhaldskostnaður minnkar líka og það lagar líka budduna hjá manni. Já, maður sér alveg fram á byltingu, ég segi ekki heldur þegar þetta gerist. Það eins og oft þegar að sína bílinn og fólk sér, vá, þetta er framtíðin. Ég segi, nei, þetta er nútíðin. Þetta er náttúrulega, málið það er hægt að fá þessa bíl í dag. En hérna er allt mjög einfalt. Það eina sem við erum með hér er bara tölvukassi undir. Og undir honum er er batteri til þess að laga þyngdina á bílnum. Það sem að settir einu sinni bensín í. Já, bara einmitt pluggar þarna inn. Já. Og það tekur hvað? 2 tíma? Nei, þessi er hann tekur svona 6-8 tíma að fulla. Þannig að eins og með þennan, hann fyrir 120 km á hleðslunni, en við verðum með á alveg upp í 500 km. En þessi er til dæmis 120, þannig að á hverju morgni, þegar ég bara setja hann í samband á kvöldin, og alltaf þegar ég fer út á mótana, út í bílinn minn, út í lífið, á ég 120 km. Og það fer ekkert af þeim kvóta þó að bíllinn sé stoppuð á plani? Nei, ekkert. Þannig að hann heldur hleðslunni alveg marga daga þessum? Já. Þannig að ég keyri nú yfirleitt ekki með svona 30-40 km á dag. Þannig að ég er alltaf með meiri orku en ég þarf á bílnum, skilurðu. En núna er bíllinn í gangi? Núna er bíllinn í gangi, já. Það eina sem við heyrum í er viftur, af því þetta er svona bíll sem við fengum bara alveg fyrsta bílinn sem var eiginlega tilbúinn, og lása á. Já, þetta er protótýpa. Já, þetta er alveg protótýpa, já. Þannig að þetta er til dæmis ekki bíll sem við erum að fara að selja. Við erum sjálfur að pröfa og kanna hvort það allt virki og hingað til hafa við ekki lent í neinu vesinni, engu vandræðum. Já, það er alveg magnað að sé í gangi, mér finnst það svo sért að plata. Þú mátt fá að pröfa að keyra. Já. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er jeppabíll. Jeppi, já. Ég kalli þetta bara borgarjeppa, sko. Já. Ef þú fer eitthvað svona út á bænum lengi, þá viltu kannski geta farið 300-400 km, sko. Já. Það væri fínn í vetur, þessi. Já. Það sem við erum að fara að gera líka, sem er partur af þessu prógram okkar, við ætlum að setja upp svo kallar hraðhleðslustöðvar. Já. Það er svona hleður bílinn á 10-15 mínútum. Það eru svona stórar stöðvar sem eru settar upp á til þess að bensínstöðum. Já, þá fær fólk sér bara kaffi á meðan bílinn. Já, það eru bara svona skot á bílinn. Já. Þá getur þú fræðilega sér keyrt sko í einum rykk innan gæðslappa kringum landið. Já, þú stoppar bara. Já, og segjum að við erum búin að vera að keyra núna, nú erum við búin að keyra bílinn sko 60 km. Og ég sagði mér, já, ég þarf að skjótast fram og tilbaka á Selfoss og það eru viðbót. Þannig að þá myndi ég fara bara bestu og fá mér skot á bílinn. Já. Leysa þetta þannig. Já.